Já, velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Eins og vanalega hérna á laugardagsmorgnum að þá sittum við við rauðaborðið og við fengið einn gest, að þessu sinni Þorvald Gylfason, prófessor. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Hérna, þetta er svona vettvangur þar sem að ég reyna að átta mig á því af hverju fólk er eins og það er. Þannig að ég ætla að reyna að komast að því af hverju er Þorvaldur svona. Og mér finnst oft best að bara að byrja svona eiginlega bara á byrjuninni, svona þegar maður vaknar til einhverja vitundar hver maður er, þá tilheyrir maður einhverju fjölskyldu, einhverjum hóp, og þú er náttúrulega, ég veit ekki hvað þess að segja, svona sérstakri fjölskyldu, og svona fjölskyldu sem á svona djúpa rætur í Reykjavík. Sko, stutta svarið er þetta, ég er svona af því að afar mínir voru svona og ömmur mínar. Sjáðu, eldri amma mín, föður amma mín, hét Þórunn Pálsdóttir. Ég sá hann aldrei öðruvísi en í peysufötum. Hún kom aldrei til útlanda. Hún bara hélt afa heimili og 6 börnum sínum sem hún ól upp með hægð. Og það eina sem ég man að hún gerði utan heimilisins var að hún sótti stofnfund Kvenréttindafélagsins. Mér minnir það hafi verið 1907. Yndisleg kona, en ég hári helli þegar ég kynnist henni. Og hin amma mín var allt öðruvísi. Hún var 12 árum yngri, ég er að tala um móðurömmu mína, Kristín Ólafsdóttir, fyrsti læknirinn, konan sem lauk læknapróf frá háskólanum, og hún var töffari. Hana sá ég aldrei í peysufötum. Og hún var starfandi læknir, fyrst í útlöndum og síðan á Ísafirði og í Reykjavík. En margir voru hikandi við að láta konu gera sárum sínum. Ég man eftir sjómanni sem hafi lent í slysi á Ísafirði og kemur með bara handlegginn hangandi á einni sin. Og þegar amma kemur til dyra í Silfurgötu 7 á læknastofunni og ekki afi, þá sneri maðurinn við. Hann vildi heldur missa handlegginn. Og þannig stóð sumpart á því að amma þýddi öll þessi reiðina býsn af bókum, bæði bókmenntaverkum og læknisfræði ritum. Og Veitu, hvernig tengist það að hún fer að þýða út af þessu? Já, ef það er ef að kallarnir forðast að láta konu lækna sig, að þá verður tími aflögu, sjáðu, og það var nokkuð neginn þannig sem það gerðist. Og ég sagði hún væri töffari og það lýsir sem meðal annars bara einni léttri sögu af henni, en þannig var að hún fór sko í læknisvitjanir, tók til þess að móti bæði mér og Önnu Karitas konu minni, og fór akandi og loknum vel hefnuðum vatnsburði eða annað aðgerð, þá þáði hún gjarnan vindil og sér í glas og fór svo heim. Nefnum svo gerist það einhver tíman að yngsti sonurinn sem hann bjó allengi á heimili foreldra sinna fyrir námsferð til útlanda, ég hlýta mig að segja frá þessu eftir öll þessu ár, og þá er bara bíllinn sem amma notaði í læknisvitjanir bara settur á stultur og inn í bílskúr og slagbrandur fyrir. Amma brást við þessu með því að kaupa sér Mercedes-Benz og leggja honum í næstu götu og þeir feðgar komust held ég aldrei að þessu. Nema það. Þetta er fyrsta leyndamáli sem ég ætla að uppljóstra hér í þessu samtali. Og amma var gift öðrum lækni, jafnaldra sínum, sem héti Vilmundur Jónsson og var fyrst læknir á Ísafirði og byggði sjúkrahúsið þar og síðan landlæknir og sat á þingi skeið. Og lýsti því þannig í mín eyru að það væri langsamlega leiðinlegasti vinnustæður sem hann hefði komið á. En hann var jafnaðarmaður af lífi og sál og hann var forystumaður meðal kratanna og byggði þetta ásamt öðrum mikla kratavíi á Ísafirði sem enn eimir eftir af. En sá sem að ég eiginlega lít mest upp til af þessum 4, sjáðu ég átti bara 2 ömmur sem nú fyrir sjálfgjátt á okkar dögum sko, og ég átti 2 afa, en sá sem að mér hefur læst að líta mest upp til af þessari ferningu, er sá sem ég kynntist aldrei af því að hann dó 13 árum áður en ég fættist, og það var Þorsteinn Gíslason, skáld og ritstjóri, föðurafi minn, og hann er fættur 1867 sko, hann er 7 ára á Alþingishátíðinni 1874 og ég kynntist honum ekki fyrir en á efri árum og þá þannig að hann skildi eftir sig heilan hillumetra af skrifuðum texta
því hann var bæði skáld, hann var próflaus, hann ræktist próflaus frá Danmörku af því að danski háskóli vildi ekki veitunni rétt til þess að skrifa ritgerðum það sem ekki væri til, það er að segja íslenska miðaldabókmenntir og þannig gerist það að hann var fyrstu manna til þess að leggja til að Íslendingar stofnuðu eigin háskóla til þess að ekki allt sitt undir einhverju vitlýsingum í háskólanum í Kaupmannahöfn og Kjörslumálaraðuneytinu þar og svo gerist hann einnig ritstjóri, einn af fyrstu forverum þínum í bransanum og hann var tvennskonar ritstjóri, hann var annars vegar stjórnmálaritstjóri lengst af heimastjórnarflokksins og Hannesar Hafstein og skrifaði þar beittar pólitískar greinar og stundum æði stórirtar, einkum framan af. En svo var hann líka menningarritstjóri og hélt úti menningarriti eins og Óðni, þar sem hann prentaði kvæði skáldanna og jafnvel heilu leikritin og fyrstu nóturnar í íslenskum sönglögum og þess háttar og það er yndislegt að handleika Óðin, já hann allan heima og næstum ekki sjónvarsefni heillar mig eins og bara grípa niður í Óðin bara af handahófi. Þetta var metnaðurinn sem þessir aldamóta kallar lögðu í blaðaútgáfuna og hann var ekki einn þetta, Einar Benediktsson reyndi þetta líka en hann hafði ekki eins mikið úthald og þetta gerðu þeir margir og það eru öxlum þessara manna sem bestu blaðamenn aldarinnar, fyrst Jónas Kristjánsson og nú sem til standið og ég held þið vitið það, kannski hafið ekki jafn næma tilfinningu fyrir því eins og ég þykist hafa en þessir menn voru virkilega vormenn Íslands þegar þeir byggðu upp þessi fínu blöð og ég saknaði þess að hann var svo miklu, hann var 83 árum eldri en ég þannig að ef hann hefði lifað nógu lengi þá hefði ég samt ekki haft neitt gagn af því að kynast honum en hann skildi eftir sig eins og ég segi heilan hillu metra af efni sem að ég geng í og hef mikla ánægju af. Það gerist náttúrulega þegar grunnurinn undir rekstri fjölmiðla sem að verður til einhvern tímann miðja síðustu öld þegar hann hrynur síðan eiginlega við hruninu. Þá hefur maður orðað svoleiðis að nú voru við blaðamenn okkur splæsað aftur á 19. öld. Þannig að við þurfum að finna aftur þráðinn af því að vera blaðamenn. Það sem er ekki þessi svona massamarkaðsvél sem að keyrir undir. Þannig að ég held að margir blaðamenn eru fara einmitt aftur að leita að einhverjum tilgangi. En þessi kynslóð sem þetta nefna, þetta er svona kynslóðin sem að skynjaði mjög sterkt að það veri svona hennar að byggja upp nýtt og betra samfélag. Já. Og menn höfði bæði og róttækar hugmyndur það. Afi Þorsteinn, hann ritstýrði í Bjarka á samt Þorsteini Erlingsinni á Seyðisfirði skeið eftir aldamótin og hann skrifaði þar eldheita leiðara sem þess að Íslendingar létu tunguna lönd og leið og tækju heldur upp ensku bara á hagnýtum ástæðum. En hann sá eftir þessu, hann skiptum skoðun í opinni dagskrá, hann sá að þarna gekk hann of langt. Báðir afar mínir voru austfirðingar, þannig að ég dregst einhvern veginn ósjálfrátt á þess að kunna neina aðra skýringa á því að Austurlandi og Austfjörðum. En móðuramma mín var Skagfirðingur og á Álftanesi og föðuramma mín meina ég og móðuramma mín var af Vesturlandi og það er saga af þessu því að það gerist í foreldrahúsum föður míns svona 2 árum áður en hann fæddist, þetta verið í miðri fyrri heimsstyrjöldinni að það er barið að dyrum í Þingholtsstræti 17 og föðursystir mín sem Nanna hét þá barna aldrei kemur til dyra og komumaðurinn spyr hana hver hún sé og hvaðan hún komi og hún segist heita Nanna og svo segir hún, já ætli ég sé ekki bara Reykvíkingur, borin og barnfætt þar og þá heyrist þessi þrumuröst reiðrar ömmu ofan á lofti. Hún öskrar niður, hvurslags er þetta barn? Þú ert Skagfirðingur. Og ég er Skagfirðingur í þessum sama skilningi en líka Reykvíkingur Íslendingur. Mér þótti mjög hyggileg sjálfsæfisagan sem Carl Bildt sem var forsætisráðherra og utanríkisráðherra Svíþjóðar skrifaði fyrir nokkrum árum. Hún hét Hallendingur, Svíi, Evrópumaður í þessari röð. Þetta ekki með vera falleg hugsun á þessum tímum og þess vegna líti ég ekki á mig sem Skagfirðing fyrst og fremst og ekki sem Íslending heldur fyrst og fremst því að atvikin hafa hagið því þannig bara heimurinn allur er minn vettfangur. Ég hef verið í 100 löndum oftast til þess að vinna og þannig líður mér best. En þú sleppir Reykjavík?
Nei, ég vildi bara hafa 3 atriði upptalningu og ekki 4. Kaldbill, hann sleppir líka Stokkhólfi. Ég þekki það ekki, en ég myndi gíska á hann hefði eitt mest hluta æfina þar, sko. Já, rétt. Stundum höfuðstaðir eru þannig að Rétt. Herðu, þú nefnir Vilmund, landlækni og Þingholtsstræti. Einhvern var mér sagt, bara að poppa upp í hausinu með núna, svona mörg, bara síðustu áratugi í ævi sinnar hefði hann ekki gert annað en að labba frá heimili sínu niður á Landsbókasafninu tilbaka. Jú, það var gestkamp hjá honum, hann tók á móti vinum sínum. Það ég segi að hann hefði ekki farið ferðast víðar heldur bara að tekja á móti fólki á heimili sínum. Það út af fyrir sér rétt. Það út af fyrir sér alveg rétt. Og hann sá til dæmis aldrei ástæðu til þess að koma gestur á heimili barna sinna, sko. Það var bara sem prinsip ástæðum, sko. Hann var sérlundaður svolítið, en hann var ritfær með afbrigðum og skemmtilegur. Ég sat oft hjá honum, sko. Ég þekkti hann alveg fram í andlátið. Ég er 20 þegar hann fellur frá og kynntist honum vel. Og þú ert alveg upp að ömmum þínum og afa? Nei, ég er nú alveg upp að foreldri mínum að sjálfsögðu, sko. En þau voru stórt atrið í þínu uppeldi? Já, mikil ósköp, sko. Amma mín í föðurætt, Þórunn Pálsdóttir, sem ég nefndi við uppaf okkar samtals, hún átti bróður sem Þorvaldur hét Pálsson og var læknir og skipslæknir. Þú skilur eftir. Já, og sem ég heiti í höfuð á því að bræði minni 2 tóku nöfnin á öfunum, þetta er eins og gerist í konservatífum fjölskyldum, nema það að hann hafði yndi af siglingum og sigldi sem skipslæknir heimsins höf og hafði með sér heim til Íslands ókjör af listmunum og náttúrugripum. Og ef þeir voru of stórir þá bara gaf hann á náttúrugripasafninu. Ég hef séð lista yfir muni náttúrugripasafnsins og það stendur risa krókódíll frá Gvæjönu, gjöf frá doktor Þorvaldi Pálssyni. Það stundur sagt að fjórðungi breiðu til nafns. Já. Heldur það getur verið? Ég veit að þú er ferðast víða og þú dregur með þér listinu heim. Já, er rétt. Mér hefur aðeins dottið í huga að þetta sé einhvers konar arfleið frá mínum sæla ömmubróður, sko, sem lifði ekki lengur en til 1944, sko. Þannig hann var dáinn þegar þú mætti eftir hann. Ég hitti hann aldrei, sko. Herðu, en þú er alveg upp í Aragötunni, eða ekki? Já, sko, ævi mín má skipta í 3 kafla, bara eins og strengja kvartett Beethoven, sko. Fyrst það 19 ári í foreldrahúsum sem ég gekk í skóla og svo tek ég stúdentspróf 19 ára gammal 1970 og þá hefst 13 ára kafli í útlöndum, fyrst 6 ár við nám í Bretland og Bandaríkjunum og svo 7 við störf í Bandaríkjunum og Svíþjóð og svo flytti ég heim fyrir réttum 40 árum og hef haft Íslanda minni aðal bækistöð Ísland og Háskóli Íslands og sá kafli stendur enn. En ég hef verið eins og ég nefndi á það með annað fótinn í útlöndum, bara starfa minna vegna, oft og stundum stóran part af ári og þannig vegnar mér best. Já. En afar þínar ömmu, þau voru alþýðuflokksfólk? Afi satt á þingi fyrir alþýðuflokkin, afi með Vilmundur, en hinn var stjórnmálaritstjóri Hannesar Hafstein, það eru þetta fyrir upphaf núverandi flokkakerfis, en hann var róttæklingur líka í þeim skilningi að hann snerist eins og allir góðir menn á sveif með Valtý Guðmundsssyni, sko, þegar hann lagði drög að því hvernig við gætum laðað fram heimastjórn á Íslandi. Og það er svo ekki fyrir en bara atvikin hagaði svo, sko, að Valtýr lítur í lægra haldi fyrir Hannesi Hafstein og Hannes og ekki Valtýr verði fyrstir ráðherrann, að þá snerist afi minn Þorsteinn á sveif með Hannesi eins og Valtýr gerði líka. En þetta var, sko, upptakturinn að þessu. Það er erfitt að flokka menn áður en að stéttastjórnmálin koma. Hvar þeir gætu legið? Já. Ég myndi giska á því að mér finnst hann vera svo líkur mér að hann hafi staðið utan flokka alla tíð eins og ég hef gert. Mikið líklegast. En pabbiðin verður formaður alþýðuflokksins. Já. Og
kannski svolítið svona sérstakur formaður. Já, sko, háskólamaður, margir... einhver hefði ábyggilega sagt hann aldrei dýfið hendi í kalt vatn. Það var sagt Ólafur Ragnar Grímsson þegar hann tók við Alþýðubandalaginu. Og þá mun Ólafur Ragnar Grímsson hafa sagt, viljið þið frekar eitthvað sem aldrei hugsa heila hugsun. Já, sko, faðir minn var og mamma felldu hugi saman bara í menntaskólanum. Þannig að faðir minn orðin sko löngu fyrir tvítugt heimagangur á heimili móður minnar, það sem heimili Vilmundar læknis og Kristínar. En samt var það ekki fyrir áhrif Vilmundar tengdaföður míns að pabbi gerðist jafnaðarmaður. Því það var bara lífsskoðun sem hann hefði tilengað sér að bóklestri sko, miklu yngri maður. Þannig að hann, þessi hugmyndir sem jafnaðarmanns eru fast mótaðar þegar hann kynnist afa. Og svo lágu þeirra leiðir ekki alltaf alveg saman því að afi stofnaði þjóðvarnarflokkin til höfuðs Alþýðuflokknum þegar pabbi var í forystu liðinu þar og það var eflaust þungbært fyrir föður minn en hann lét sambandið við afa og gagkvæmt aldrei líða fyrir það. Þeim kom vel saman alla tíð trátt fyrir þennan djúpstæða ágreining sem var það eiginlega bara einn part af stefnu Alþýðuflokksins sem var stuðningur við sko aðildina að Atlantshafsbandalaginu og aðalega veru hersins í landinu. Afi var algjörlega ansnúinn veru hersins og var þess vegna í forystu þeirra sem að stofnuðu þjóðvarnarflokkin sem átti að vera jafnaðarmannaflokkur sem væri á móti ervernd Bandaríkjanna. Já, þetta náttúrulega mál sem að klauf verkalýðsflokkana, annars vegar sósíalista og krata og svo aftur kratana. Já. Og þjóðvarnarflokkurinn kom önnum á þing í tvennakostningar en dó svo drottni sínum eins og svona flokkar gera yfirlega við okkar aðstæður. Gylfi skrifaði svona bækur jafnaðarstefnuna, þannig að þetta þegar þú ert að segja hann hafi lesist til jafnaðarmennsku, það hafi eiginlega sérst í því sem hann er að skrifa, hann er að leggja hana fram sem svona lausn sem ef maður hugsa málið þá endar maður þarna. Já. Sko hann listi sjálfum sér og ég held að þessi rétt svona sem rómantískum unglingi sko, hann lá í gömlum bókmenntum og lá í músík og í skóla og lærði á píanó og hann var stúdent 19 ára gamall og fór þá til Þýskalands og hann fannst það nærtækara heldur að fara til Danmerkur því að Þorvaldur móðurbræður sagði blessaðu vertu, Danmörk óttaleg próvinsa færðu heldur inn í hjartað taugamiðina sem var Þýskaland og hann var í Þýskalandi og Austurríki við nám í 3 ár og rétt slapp heim bara nokkrum vikum áður en Hitler réðist inn í Póland og ég man það, ég hef verið kannski 5 eða 6 ára gamall þegar ég spurði hann, heyrðu pabbi, sástu Hitler? Sá ég hann, sagði hann, ég hefði getað skotið hann því að pabbi var á samt öðrum stúdentum í mandraunginni á gangstéttunum í Vínaborg þegar Hitler ruddist þangað inn í mars 38 og svo bætti pabbi við en þá sætir þú ekki hér ef hann hefði skotið hann Þannig að hann hefur hlustað á hann líka. Já, mikið óskap. Eins og fólk segir sem að var í náma á þessu tíma í Þýskalandi. Ég sérðu sko ef að Hitler stóð Það var byrjaður að garga, sagði gömul kona eins og nefnir mig. Ég meina að standa á gangstéttinni í Vín þegar Hitler keyrði inn. Þá var Hitler þar sem að þú ert núna og pabbi hefur verið þar sem ég er. Þetta verið 3 metrar á milli eitthvað. Svona er þetta. Og hann læriði hvað? Hagfræði. Og svo... Og var prófessor. Já, en svo veldur stríðið því að hann lokast inni á Íslandi og kemst ekki út aftur fyrir en eftir stríðinu lauk. Þau fóru þá í langa reisu, hálfsársreisu um Evrópu sko í 46 og það voru alveg átakanlega lýsingar sem að þau gáfu aðalega móðu mín á því sem fyrir augu bar sko og þessar löngu ferð frá strætisvagni frá Kaupmannahöfn suður til Ítalíu gegnum Þýskaland. En pabbi hafði sko hugað því að læra hagfræði, rekstrarhagfræði af því að ætlaði að verða bankamaður. Og hann kynntist Georg Ólafssyni sem var virtur bankastjóri Landsbankans á skipsferðunum með togurunum þegar hann var að fara til náms og koma heim á sömurinn frá Þýskalandi
og hafði verið sumarmaður í Landsbankanum á skólaárunum, eins og við reynda bræðurnir vorum allir, það var fjölskyldu hefði að heita má. En svo hann bara togaður út í stjórnmál og eiginlega gegn vilja sínum. Hann langaði ekki að vera stjórnmálamaður og ætlaði ekki að vera stjórnmálamaður. En af hverju var hann togaður út í það? Já, það var vegna þess að þá var rísandi stjarna í sjálfstæðismanna Bjarni Benediktsson, ungur lagaprófessor, og alþýðuflokksmenn sögðu við þurfum að fá svar við Bjarna. Og þá leitað til Gylfa og hann sendur í framboð til Vestmanni 42 sko, þá bara 25 ára gamall og náði einhverjum árangri þar en svo hann bara orðin oddviti alþýðuflokksins í Reykjavík í næstu kosningum eftir 46 og þá vinnaðu góðan sigur og eftir það satt hann á þingi í 33 ár. En hann var ekki eins og tengdafæðir hans, hann sagði aldrei að sér við leiðst á alþingi. Það var mjög fjarr honum að hugsa eða tala þannig. En afi var miklu harðari í umælum eins og þetta sem ég sagði þér áðan bendir til. En svo bara leiðir eitt af öðru og svo gerist það eftir að þeir sitja saman ég get sagt þér annað. Þeir byggu saman í Garðastrætinu nokkur að húsa bili Ólafur Thors og Gylfi og mikill aldursmunur á þeim sko, 20 ára aldursmunur og það fór ekki hjá því sko að þeir þyrftu að ganga annar á eftir hinum til þingfunda og mótnara og heimakvöldin en þeir yrtu aldrei hvor á annan, ekki í eitt skipti. En skiptust á skömmum sko í ræðustól Alþingis og þar var nú Ólafur stóristari heldur en fæði mig held ég sko en hvað sem því líður en svo bara haga atvikiðin þannig að þegar allt keyrir þverbak sko í 1959 og Ólafur Thors í þann veginn að fara að mynda ríkisstjórn með Einar Olgeirssyni það tókst með naumyndum bara innan flokks í sjálfstæðisflokknum að koma í veg fyrir það og þá fæði mig lentur í þessari undarlegu stöðu að þurfa að hjálpa til að leiða sinn flokk til samstarfs við höfuðandstæðingin ekki bara Ólaf Thors sem hann hafði aldrei talað við í 13 ár sko á leiðinni upp og niður Garðastræti heldur einnig með Bjarna Benediktsinni sem að Gylfi hafði verið dregin út í pólitík sem svar alþýðuflokksins við. En svo gekk þetta mæta vel, finnst heim og finnst mér líka eftir á að higgja og þetta sem hafði verið annarkvot afskiptaleysi eða bara að jaðrað við fjandskap milli föðumís annars vegar og Ólafs og Bjarna hins vegar það bara snýrist upp í gagnkvæma virðingu og djúpa vináttu sem bara bókstaflega aldrei bara skugga á. Pabbi gerði stundum grína því þegar fólk var að mæra hann fyrir það að hafa tvöfölda fjárframlög til háskólana og byggt upp raunvísindadeildin og allt svona. Og þá sagði pabbi stundum, sko mesti velgerðarmaður íslenskra menntamála hér Ingólfur Jónsson, landbúnaðarráðherra. Því að Ólafur og Bjarni vorkendu mér svo að það þurfa að sæta þessum yfirgangi Ingólfs að þeir létu allt eftir mér í menntamálunum. Þetta er langlífasta ríkisstjórn Íslandssögunar þangað til að Davíð og Halldór jöfnuðu það. Já. 12 ára. Já. Það eru 12 ára stjórnir sem hafa haft mikil áhrif á Íslandi. Já, en sjáðu, það sem gerist það að alþýðuflokksmönnunum tekst að fá sjálfstæðismennina til að snúa baki við hafta- og skömmtunarbúskapnum sem að þeir höfðu í raun og veru verið potturinn og pannan í reynd. Jafnvel þóttir létum alföldningin ekki lýsa því. Og Viðreisnarstjórnin var mjög góð ríkisstjórn að því litunum til að hún skar upp herör sko gegn því versta sem hafði gengið á árunum frá 1930 til 60 en hún gerði samt bara helmingin af því sem hún hefði þurft að gera hún skildi eftir alls konar ósóma sem að við erum enn að súpa seyðið af í dag en kannski myndu þeir svara þessu þannig að við gátum ekki gert meir en þetta í einu maður á ekki að berjast að taka aðra slægi heldur en þá sem að telur sig geta unnið sko og kannski hefðu þeir telt öllu prósjektinu í vandræðu og voða ef þeir hefðu reynd meira ég er ekki viss hefði ég verið spurður ránaðum að gera aðeins meira og miklu meira það er svo grötunum já og nú og sjálfstæðismörunum
sjálfstæðisflokkurinn þarna sem felst á til dæmis byggingu Breiðholtsins og inngöngu í EFTA og hitt og þetta. Þetta svolítið svona önnur skeppna heldur en sjálfstæðisflokkurinn í dag, eða ekki? Jú. Tíðarandi mótorflokka, kannski meira heldur en Ég er rétt. Það er rétt. Kratarnir þarna eru kannski líka svolítið öðruvísu heldur en kratarnir í dag. Já, sko verklýðsforingjum lá miklu betra orð til forystu Sjálfstæðisflokksins á þessum árum heldur en þeim gerir núna og það er ástæða til þess sko. Þetta er held ég alveg réttu skilningur hjá þér sko. Herðu, en áður en að við, að þið vorum múin að tala pappaðinn, þú voru að segja mig frá mömmuðinni. Já. Mamma kaus að vinna bara innan heimilis alla sína tíð og hún reyndi fyrir sér sem blaðamaður bara þegar hún var í háskólanum en henni þótti það einhvern veginn ekki eiga við og gerði það bara sama og margar jafnöldur hennar gerðu. Það valdi að vinna innan heimilis og henni fórst það bara ágætlega úr hendi og þau voru mjög samhent hjónin sko, það fjall aldrei stigðar á milli þeirra svo ég heyrði og mamma hafði meiri tíma til að sinna okkur bræðrunum heldur en pabbi hafði og þetta gekk bara alveg ljómandi vel, það er að segja heimilislífið var mjög ánægulegt. Þannig að hvergi bar skugga á þótt ég þarf ekki eins og að segja þótt eitt eða neitt sko það var bara fínt það friður á heimilinu Vilmundur var svolítið uppi vörslu samur sko en við Þorsteinn vorum það hvorugur bræðurnir eru svolítið svona stórir karakterar ekki? Ég veit það nú ekki en við erum bara að gera ólíkir og það strennilega stafar að því að foreldrar mínir voru gera ólík sko Þorsteinn var afar góður og nærgætin eldri bróðir sko, það 9 ára aldursmunur á okkur og við höfðum mjög svipuð áhugamál, við höfðum engan áhuga á pólitík sko, við höfðum meiri áhuga á bókmyndum, listum, teknum og vísindum sko og Vilmundur var svolítið annar að gerða sko, hann var snemma áhugasamur pólitík, það var hann sem kveikti vitund mína í stjórnmálum sko, innrásinna í Ungverjaland 1956 og pabbi talaði aldrei pólitík heima heiti geti en Vilmundur var áhugasamur pólitík og lærði sagnfræði og heldi sér svo út í blaðamennsku og pólitík þegar hann kemur ungur maður heim frá námi, 75 held ég hafi verið Þorsteinn hafði aldrei áhuga á stjórnmálum þess að þar og ekki heldur Þannig að Vilmundur hefur valið svona kannski stað svona svipað og Þorsteinn afiðinn að vera blaðamaður það er til saga af þessi nefnilega sem Ómar Ragnarsson sagði mér en það var þannig að það var í Kröflumálinu þegar að Vilmundur var mjög aðgangsarfur blaðamaður og hann fari Jón Solnes sem var stjórnarformaður Kröfluvirkjunar í viðtal til sín í beinni útsendingu í sjónvarpinu og hann saumar mjög að Jóni og svo þegar vélarnar og hættar að rúla ég sá þetta ekki sjálfur, ég var í útlöndum þá segir Ómar sem var á staðnum að Jón hafi bara þurrkað svitan af venni sínu og sagt við að Vilmundur minn, hvers vegna lætur þú svona þú sem átt svona kurteisan föður og Ómar segir að Vilmundur hafi sagt að ég var svona já og mér þetta ekki sagði skemmtilega því að Vilmundur vissi það ekki þá og ég ekki heldur fyrir sinna að báðir afar okkur voru svona á yngri árum sko Ég held ég muni eftir þessu viðtali sko Já, í þessu tíma í sjónvarpinu það var náttúrulega alveg kostulegur sko af því að hann fór yfir svona hann gerði það sem hafði ekki verið gert áður og voru fleiri þarna á þessu tíma eins og Ólaf Ragnar var með okkur að þætti og svona sem var líka að báðir menntar í Bretlandi eða ekki og voru svona að flytja heim bara hvernig fólk spurt í sjónvarpi í síðuður löndum og það þóttu nýjung hér mikil ósku en hvort gerði þetta með sínu lægi en Vilmundur gerði þetta það var svo mikil svona tilfinning í þessu
Nei, til dæmis tengdamóðir mín, sko, í hvert skipti sem hann kom í sjónvarpinu, þá láði hún allt frá sér, hún sem að lét sér aldrei verkur hendi falla á til þess að fylgjast með, sko. Já, spennandi. Já, ég var við það að þetta væri, þetta vakti mikla athygli. En ég fór aðra braut, sko, og ég man að þegar ég flytt hingað heim, rúmlega 83, að þá einsetti ég mér það að bara halda mér frá, sko, til dæmis blaðaskrifum og þess áttar. Bara rannsóknir voru mínar ægir og gýr og það er frumskylda háskólamannsins. Og þú nú breyst að þessu leyti. Já, en svo bara gerist það að svona á öðru ári hérna heima. Ég sé að mér er ekki stætt á þessu. Og þá byrja ég að skrifa í Morgunblaði við og þess áttar. Allir hafi ekki skrifað 1200 svona greinar núna á þessum 40 árum, sko, og það bara Ísland er þannig að mér finnst mér bara bera skylda háskólamannsins, nána siðferðisskylda til þess að láta í mér heyra, ekki bara vegna þess að hagstjórnin hefur verið vondið svo mikið verðbólga vitnar sko, og heldur líka bara það svo margt annað sem aflögu fer sem er inni á vettvangi hagfræðinga, því að í húsi hagfræðingsins eru margar vistarverur og einu þeirra er bara heilbrigði í víðasta skilningi og þess vegna getur hagfræðingur ekki látið sko spillingu eins og vindu meiru þjóta því að bara hún er inni á hans vettvangi og hann er sérst í fullum rétti til þess að fjalla hana eða aðför gegn lýðræði. Sjáðu, hagfræðingur á ekki að horfa í hina áttina ef menn er að níðast á lýðræðinu og segja að þetta er ekki mín deild. Það er mín afstaða. Og ég var satt að segja að varaði við því á útlendum félögum mínum sem sögðu passaðu á þessu því að þú heldur á sem að skrifa svona mikið í blöð að þá bara bitnar það á rannsóknarafkostum þínum í fræðiheiminum og ég sagði nú þá verður bara svo að vera en ég líti yfir þetta samt að eftir á að þá fæ ég nú ekki séð að það hafi gerst en hinnu hef ég tekið eftir mér til mikið ránægju að margir kollega mínir í Ameríku, ég nefnir til þess Paul Krugman sem dæmi að þeir tóku samskonar ákvörðun og Paul Krugman hefur skrifað 2100 greinar bara í New York Times tvisvar í viku í 23 ár og hann hefur látið þetta bitna á sínum rannsóknarafkostum því að hann er hættur að miklu leyti að birta greinar í fræðitímaritum, greinar eins og það sem að færði honum Nóbelsverðlaun að miklum verðleikum fyrir nokkrum árum. Honum finnst bara blaðamannsparturinn vera eiginlega mikilvægari heldur en fræðaparturinn og það er skoðun bara sem að ég hef skilning á og það sem gerir er það er að stjórnarfærið í Bandaríkjunum það bara byrjar að ganga fram á honum það er að segja, hann er demokrati eins og ég, Roosevelt demokrati það er eini flokkurinn sem ég stýði í öllum heiminum gegnum þykkt og þund og þegar flokkur sem er löngu horfinn og þegar hann sér það sem er að gerast í stjórnartíð Bush að ég tala um Trump þá bara sér hann það að hann á heldur að skrifa gegn þeim og reyna að útskýra fyrir fólki af hverju það þarf að varast það sem þessi menn er að gera frekar en að halda áfram að skrifa fyrir kollega sína í fræðitímarit sem engu breytir og þetta rímar mjög vel við mína hugsun og við mín sinnaskipti fyrir næstum 40 árum hér heima En það eru margir sem eru háskólamenn og eru að stunda fræði og búa í þessu samfélagi sem að taka ekki þess ákvörðun Já, og það hefur verið allmikil lífsreynsla að fylgjast með því úr návi í Háskóla Íslands. Já. Fyrir þetta háskóla fólk að ég hafa meiri eða er þetta bara borgarinn skylda að við bara tjáum okkur í samfélaginu? Já, og það er eiginlega enn alvarlegra sem ég ætla að segja næst. Sko, margir kjósa þegja bara af ótta við afleiðingarnar. Já. Og ennaðir bara að sjá sér hagið því að sleikjast í velinn sko. Og ég þekki mörg dæmi hvort tveggja verið að nefna bara eitt við þig. Ég hef sagt frá því ofta á prenti. Þegar ríkisstjórnin réðist harkalega forystumenn að Hæstarétti vegna réttsdóms í fiskveiðistjórnarmálinu 1998
þar sem að Hæstiréttur sagði bara berum orðum og réttilega að fiskveiðistjórnarkerfið og svo mismunum sem fylgir því brot gegn stjórnarskráni að þá réðust þá snerust fórust með ríkisstjórnar gegn Hæstarétti og þá skipulagði ég það á samt nokkrum félögum mínum í háskólanum það sem aldrei hafi verið gert áður og ekki gert síðan bara undirskriftir undir yfirlýsingu til varnar sjálfstæði Hæstaréttar og sko 7 af hverjum 10 prófessorum skrifuðu undir þetta alls konar fólk, öllum deildum og þá voru 10 prófessorar í lagadeild Háskóla Íslands þegar þetta var enginn þeirra til þess að skrifa undir ég fekk mér að segja bréf frá einum þeirra sem ég hef geymt þar sem hann lýsir sko skriflega þeim refsingum sem hann mun kalla yfir sig og fjölskyldu sína ef hann fylgir sannfæringu sinni og þú getur ímyndað þér hversu þetta andrúmslótt hefur spilt fyrir árangurinn sem háskólinn hefði ella geta náð og fyrir andanum þar innan dyra. Og Íslandi náttúrulega bara lakar land þegar við þurfum á því að halda að allir standi sér vel og þegar svona loka á öllum stofnunum og öllu svona eðlilegri umræðu og þá náttúrulega þroskustu hægar. Nei, það eru bara margar aðrar vísbendingar til þetta. Ólína Þorvarðardóttir birti ágæta bók sem heitir Skuggabaldur fyrir nokkrum árum þar sem hann bara hleypti fram fólki að 15-20 manns sem að sagði sögu sína sko af þessu og sumir þurfa að búa í útlöndum að þeir fá hvergi vinnu eða athvarf hér heima og sér ekkert að þessu væri hugsanlegt sko í Noregi, Danmörku eða Svíþjóð og þarna bara Ísland Þetta sé bara hugsanlegt að því að Íslandi er hvað svo smátt eða Íslandi er svo stillt Nei, já, þetta er held ég afleiðing af sko þessu sérhagsmunadegri stjórnmálamannanna, þetta eru ólígarkarnir í sjávarútvegi og svo voru þetta ólígarkar í bönkunum áður en þeir hrundu sko bara fólk kemur að luktum dyrum, einn háskólamaður sagði mér sjálfur og honum var sagt upp og í þessu stutta sko uppsagna viðtalið þá var starfsmaður háskóla sefan og svo hefur hún mátt skrifa betur bankana í sama samtali og þú veist, þetta er bara allt of algengt. Styrmir Gunnarsson skrifaði einu sinni magnaður Reykjavíkurbréf sem hét Andrúmslofti dauðans og þar sem hann lýsir þessari aðferð sem sovjetmenn notuðu hún var svo að búa til lista með nöfnum manna og láta eins og það væri ekki til og sjá hvernig þið breiðust við og hann lýsir sér mjög vel og nefnir sko sovjetmenn sko sem höfðu fjallað þetta fyrir mig líklega þekkt þessa aðferð og lýst þessi og það merkilega sko ef þú meinar eitthvað með því sem hún segir þá er þetta að segja miskustu tísvar en hann sagði þetta aldrei aftur þannig að annarkvort fekk hann kalda fætur eða hún hefur verið bent á að nú var hann komin og nálagt kenna málsins sko en hann náttúrulega tók þátt í þessu sko ég mani líklega þessu tíma hann í kringu 98 eða kannski aðeins fyrir það að þá var ég með svona hugmyndum að skrifa kvótakerfið ætlaði að fá bróður minn Sigurður Magnús með mér í það sem var sjómaður og við töluðum við bókútgefanda þetta tóti bara góð hugmynd það var svona mikil degla í þessu rosalega tilfærslur og eignum og verðmætum og bara nauðsynlegt að skrá þessa sögu og öllum leist vel á það og svo sagði við ætlaði að svona kanna svona andrúmið og það var farið á skrifstofu Styrmis og borðið upp fyrir hugmyndin og svo kom bókútgefandi tilbaka og sagði nei, ég held þetta ekki tímabært. Svona er þetta. Svona er þetta og þetta breiðist út sko og sumir sakar Ríkisútvarpið að vera að hegða sér svolítið eins og ritstjórn Morgunblaðsins hefur gert og gerir enn sko og ég þekki margar menn að tala bara við sum en ekki aðra já, og svona andrúmsloft dauðans læt þannig og bara þetta er sérstæðan sem að við höfum
markað okkur sko og sem skilur okkur að öðrum Norðurlöndum, en það sína allar sko tölur hvort heldur spillingu eða gegnsægi eða tiltrú almennings almenningur sér í gegnum þetta eða traust á stjórnmálamönnum almenningur sér í gegnum þetta traust á stjórnmálum ríkisins að við erum að dragast jafnt og þétt aftur úr öðrum Norðurlöndum og þannig bara verðum við að grípa í tömana og þetta er mikið vald, ég hef stundum sagt að Íslandi sé stjórnað með því að smelli góm, það er svona, já, Þorvaldur, já. Og þá þýðir það að þú átti ekki að tala við Þorvaldur. Þetta er bara, þetta er mjög sterkt aflina. Herðu, en þú segir að þeir sem að ekki láti í sér heyra, sumir þeirra hérna er að, hvað að segja, sleikja stígvilið. Akkur varst þú ekki að sleikja stígvilið? Vegna þess að rannsóknir eru mínar ær og kýr sko. Ég ákvað það að loknu doktorsprófi, þá var ég 25 ára gamall, að ég vildi ekki verða hagfræðingur í Fílabeinsturni og þess vegna fekk ég mér vinnu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem þá var eftirsóttasti vinnustaður sko, handa ungum hagfræðingum sem vildu læra á reipinn í hagstjórn. Og ég var það sendur í allar heimsálfur að semja lán fyrir hönd sjóðsins að vísu yngsti maðurinn í hópnum alltaf, ég var allar byrjar að raka mig. En þannig kynntist ég fátækum löndum og heiminum og það var bara upphafið að ástarsambandi við heiminn allan sem enn sér ekki fyrir endan á. En ég lét 5 ár duga í þessu skyni sko, því að ég ætlaði alltaf að verða háskólamaður. En ég vildi að reynslan af þessum hagstjórnarverkefnum sem ég hafði unnið með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum myndi hafa áhrif á rannsóknarverkefni sem ég veldi mér frekar en að fara að skrifa eingöngu fyrir kollega mína í hagfræðingarstétt og svo fyrir til Svíþjóð og það við rannsóknir bara í fullu starfi og engin kennsla og ekki neitt og þangað til að losna prófessorsembætti heima og þá bara ákvaði ég að sækja það. Ég er þeirri kynslóð þar sem við ætluðum alltaf að fara heim til Íslands og vitja fólksins okkar og fjallana alveg óháð því hvers konar gull og grænir skógar okkur byggðust í útlöndum og ég tek eftir því að þegar ég spyr sko nemendur mína sem standa í sömu sporum sumir eins og ég stóð í eða bara hagfræðinga og aðra af kynslóð barna minna sko að þá eru þau ekki svona ákveðin í þessu. Þau eru svona fótlausar eins og kallað þau þiggja gjarnan góð tilboð fyrir útlöndum og láta fólki sitt og fjöllin bíða. Og þarna hefur orðið mikil breyting á og þetta er einskýringin á því að það eru 50.000 Íslendingar sem að búa í útlöndum. Kannski er þetta að við höfum mist svona drauminn að byggja gott samfélagi að framtíðin sé hér. Já, ég skrifaði oft það sko fyrir 30-40 árum að það var svo mikilvægt að stjórna landinu vel einmitt til þess að héldi andráttaraflinu gagvart ungu fólki og það finnst mér eiginlega að hafa mistekist og en á móti kemur ef við horfum á björtu hliðina að foreldrar sem missa börnin sín til útlanda þau eignast nýja heimaland barnanna sem eins konar skaðabætur sko. og það er gott að blessa og það er ekki náttúrulega hefur landið svo mikið af útlendingum núna sem hafa komið hingað til þess að vinna og margir hafa gerst Íslendingar af allra bestu tegundum. Ég er eins og föður í svona stúdentsveislu halda smá tölu og óskaði barni sínu að fara til útlanda í nám og aldrei koma tilbaka. Það var stemmingið þá. Já, nei. Og það var svona bitur ræða að Ísland væri ekki landtækifæranna fyrir ungt fólk. Því að ungt fólk í dag, draumur getur verið það að vera millistjórnandi í sjóvá eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svona... Já. Þú veist að þú tækir sko háskóla krakkana og spurja þá hvað væri svona ideal líf þá var það eitthvað svona en ég hef aldrei efast að ég gerði rétt þegar ég kom hingað heim og semst Ísland hefur verið mín aðalbækistöð allar götur síðan en ég hef unnið mikið í útlöndum bara þegar starfið kallar á það. Starf háskólamannsins bara felst í því að skrifa bækur og greinar handa kollegum sínum aðalega og sem gangaði gegnum strangt viðstjórnarferli og þess að þar og það hef ég gert og þetta er bara iðja sem menn getur unni næstu því hvar sem er og stundum þurfa menn að vera nálægt viðfangsefninu og þessum hef ég verið út alla Afríku og Asíu og Suður-Ameríku
og það á bara, það var vel við mér. Núna er ég að vinna með Alþjóðabankanum að Madagaskar og mér finnst það bara mjög fróðlegt og skemmtilegt. Og þú ferð þangað út til Madagaskar? Já, eftir að reyna á það. En eiginlega verði ég að segja að það sem mér þótti eiginlega skemmtilegast og óvæntast á þessum 40 ára ferli sem ég átti í háskólanum, að það var þegar Sovjetríkinu hrundu. Því að þá gerðu margir jafnaldrar mínir í stéttinni, bæði í Ameríku og í Evrópu, það sem að ég gerði líka, til lögðu bara allt til hliðar og sögðu þetta er mesti viðburður á ævi okkar sem eru fæddir eftir stríð og nú er bara brettu bermannar að reyna að hjálpa til. Og þannig gerðist það að ásamt að 2 kollegum mínum, Norðmanni og Svíja, þá skrifaði ég og birti með þeim fyrstu vestrænu kennslubókina um hagfræði sem kom út á 17 tungumálum og þá meðal rússnesku og kínversku og af þessu leiddi svo endalausa fyrirlestraferðir og námskeiðahald öll þessi lönd og svo dróst Alþjóðagjaldeyrissjóður inn í þetta og hann stofnaði sérstakar stofnun ásamt Alþjóðabankanum í Vín þar sem að ég var mikið og lengi og til þess að þjálfa embættismenn og aðra frá Vesturlandslöndunum sem að vissu ekkert hagfræði af því að hún hafði beinlínis verið bannvara. Og þetta einhverju áhugaverðustu nemendur sem ég hef haft, sumir sprenglærðir eðlisfræðingar eða læknar eða heimspekingar, en hefðu aldrei fengið að kynnast framboðu eftirspurn, að ekki sem talaði verðbólgu og atvinnuleysi og svo framvegis. Og þeir voru bara opin myndir, þegar þeim var sýnt þetta allt saman. En svo gerðist það, sem var dásamlegt líka, að þegar að alþjóðastofnanirnar í Washington, bankin og sjóðurinn, sjá hvað þetta virkar vel í Austur-Evrópu, þá sögðu þeir, af hverju færum við ekki út kvíarnar? Er ekki sama þörf fyrir þetta í Afríku og Asíu og annar staðar? Og þannig upp á þessi langi Afríkukabli í mínu lífi. Og þetta hefur verið bara mjög skemmtilegt og þetta hefur vorið mikinn árangur og þetta er ein skýringin af því að hverju sambúð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans við aðildarlöndin hefur verið svona miklu friðsælli en hún var. Það var kannski þessu 5 árum svo lýstir áðan þegar Alþjóðagjaldeyrissjóður var svolítið að tróða tiltekinni efnahagsstefnu upp á lönd. Já, nákvæmlega. Já, núna bara eru embættismennirnir sem að semja við sjóðinn og bankan þegar þeir komi í heimsókn, kalla þær þangað af stjórnvöldum, eru bara sömu blaðsíðu, menn þetta er sama hagfræði sem við kunna og bara hagfræði er hagfræði, bara eins og eðlisfræði og læknisfræði, það er bara þannig. Og þó að sumi kjósi að eigin hagsmunaskyni að líta það öðrum augum en þannig er bara sönnunin fyrir því sem ég er að segja Ég er ekki sem að eðlisfræðingarnir myndu samþykkja að fá ykkur með að þetta væri náttúrulögmál sem að þið verið að sjóða saman Nei, ekki náttúrulögmál, heldur bara það er bara í hagfræði renna ár niður í móti eins og í eðlisfræði við þurfum ekki að og ágreiningur eðlisfræðinga skammtafræði og klassíska eðlisfræði hann er bara náskyldur hliðstæðum ágreiningi meðal hagfræðinga. En hvað er það? Það er engin tilviljun að þegar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er gvattur hingað heim í hruninu að þá gerist það bara alveg án ágreinings. Stjórn og stjórnarast og almenningur bara lögðu blessun sína yfir þetta allt saman. Og ég segi stundum ef Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn verði frambóð eftir hruna þá þannig að ekki mörg þingsæti en þeir gerðu það ekki og það er bara vegna þess að fólk hugsuðu mjög líkt það sem að þurfti að gera það var með hjálp og fyrir tilstilli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að eftirköstin eftir hrunið urðu svo miklu mildari heldur en þau hefðu geta orðið þó svo ég sé auðvitað alls ekki að gera lítið úr því að 20.000 heimila og fyrirtæki mistu allt sitt sem var alveg hróðalegt og margt hefði mátt gera miklu betur en samt sem áður og heldur að litið að þá tókst þetta vel. Ég spurði áðan af hverju þú hefur ekki kosið að sleikja stígvélin því að svo var annað sem var ástæðan fyrir að fólk tjáir sig ekki og það var óttinn. Af hverju ert þú óttalaus? Mér er stundum sagt að það sé verið aðast í mér en ég satt sig aldrei tekið eftir því þannig að hafi menn reynt það að þá hefur það mistekist Ég er alveg sæll og glaður og salla rólegur Men ég vaði í tækifærum í útlöndum
láti mér það bara vel líka og mér leið vel að vinna í háskólanum með félögum mínum þar og að kenna og leiðbeina nemendum þar og þetta hefur bara verið allsherjar dans á rósum án þyrna frá mínum bæjardeginum séð. Óttast efnahagslega afkomu eða einhverja stöðu eða annað slíkt sem getur verið ráðið því að fólk óttast að tjá sig? Nei, ég veit ekki það sér það einhverjum ekki þess að ég hefði óttast að tjá mig? Nei, það hef ég aldrei gert. Ég er að spyrja þig að því hitt algengar að fólk tjáir sig ekki út af óttanum. Ég skil, ég ætla að komast að því hvernig býrð maður óttaleysi? Spurning þín nærgöngul, kannski það vegna þess að ég hef svo först akkeri í útlöndum að ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því að einhverju sé að reyna að aftra mér hér heima, ég bara teki ekki eftir þetta, það skiptir mig engu máli og þannig að ég líka glað eins og danskurinn myndi segja sko. Þetta status og svona, við vorum að tala á hann hann að smelli góm og svona að ef þú værið þægari þá fengir þú kannski að koma oftar í fréttasettið á RÚV og útskýra eitthvað. Ég veit ekki hvað þeir hafa upp á að bjóða þessi menn sem eru alltaf að reyna að ýta fólki út af samfélaginu. Hvert samfélagi þeirra eiginlega? Sko ég hef bara einu sinni fleikt hattinum inn í hringinn og það var að því að hrunið gekk svo fram að mér að þegar að Alþingi veitir kost á því að venjulegt fólk gefi kost á sér til setu á stjórnlagaþingi að þá ákvað ég með talsverði hyggjusamt að fleygja hattunum mínum þangað inn og atvinningin höfði þannig að þangað var ég kosin og ég býst í því að ég hef verið senna kannski allra síðasti maðurinn sem að þingið hefði valið ef það hefði fengið að velja frekar en kjósendur en áttum það líka milli hluta og svo bara gekk það allt saman mjög vel. Við unnum þannig saman í 4 mánuði og það voru 4 mánuðir sem að stjórnlagaþingið í Fíladelfíu notaði 1787 til þess að búa til bandarísku stjórnarskrána og við vorum hann að 25 manns saman fjölbreyttur hópur þversnið af samfélaginu. Ég hef þekkt kannski fjórðunginn af þeim áður en við byrjuðum að vinna þarna saman. Helmingurinn hafiði komið nálægt stjórnmálum, hinn helmingurinn hafiði aldrei komið nálægt stjórnmálum, þar á meðal ég. Og við bara skildum og skynjuðum alvöru málsins. Og við ákvaðum það strax að við yrðum að skila sameiginlegu áliti og vatna það eins lítið niður og hugsast gæti. Og okkur tókst það. Engin upplaup, engin skandalar. Það var meðalast það held ég sem að mörgum þingmönnum sárnaði mest að það skildu engar bommertur, engin slys. Og þetta tókst svo vel að frumvarpið var í einu og öllu, í fullu samræmi við niðurstöðu þjóðfundarins, þar sem allir Íslendingar höfðu jafnt færi á að taka sæti og útvötnunum var bara nánast engin. Því þarna voru settar fram sanngjarnar kröfur í auðlindamálinu og í kjördæmamálinu, svo ég taki bara 2 dæmi, ég geti tekið fleiri og þetta eru bara kröfur sem skoðanakannanir sýndu að var yfirgnæfandi stuðningur almennings við, þó svo að valda elítan og Alþingi vildi ekki sjá þetta. Og svo tókst Alþingi sem betur fer, þátt fyrir svo litla töf, að tefla málin í þjóðaratkvæði þar sem við bara unnum yfirburðasigur. Og hnignun Íslands að hún eiginlega byrjar að fullum þunga, ekki í hruninu, heldur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eftir 2012. Já, því að það er svoleiðis hneyksli, það hefur rist þvílíkt svöðursár í þjóðarlíkamann, að Alþingi, næst elsta Alþingi heims, færiska eldra, skuli voga sér að boða alltaf þjóðaratkvæðagreiðslu og hundsannar svo augljóslega af því Alþingi á mútum frá sérhagsmuna svo það sé sagt. Hvernig fara þær mútu fram? Ég skrifa svona reglulega grein sem heitir Hvar eru mútunar? Já. Því að mann segir, þú veist, að skoða kvótakerfið og svo veist, ef þetta væri saga sem við varum að heyra frá Afríku til dæmis, að þá myndum við gera ráð fyrir því að þetta væri af því að það væri mútur
Og þá spyrir maður, þú veist, það spurningi sem ósvarað í íslensku pólitík hvar eru múturnar? Já, já. Og þú getur farið yfir hvert kerfið á fætur öðru. Þú getur farið í sölubankana og alls konar hluti. Opnum skattaskjólin og þá myndir sjá. Hvar eru múturnar? Og þú trúir því að þetta séu að íslenskt stjórnmálakerfi sé að keyrt áfram á mútum? Ég get sagt þér það að til mín kom reyndur lögreglumaður fyrir allmörgum árum, þó eftir hrun, þjóðþekktur maður, og ég hafði aldrei hitt hann áður og hann sagði, ég verð að fá að koma og segja þér hlutir sem ég get ekki lyft mér að taka með mér í gröfina. Og svo lét hann dæluna ganga í 3 tíma. Og fundurinn var þannig að ég taldi mér skylt að biðja í fyrsta og eina skiptu á ævinni fund með dómsmálaráðherra þar sem ég sagði honum undan og ofan af því sem að maðurinn hafði sagt mér. Og eitt af því sem hann sagði bara í forbifarten, auðvitað það þjóðsaga að það sé engar mútur sem tíðkast á Íslandi. Og allt hitt sem hann sagði mér vissi ég var rétt eða það var sannfærandi. Og þess vegna þetta mér ekki í hug að efast að þetta hafi verið rétt hjá honum líka. En sjáðu, sko, þessar bækur eiga allar eftir að opnast. Það þarf bara einfaldan meirihluta á Alþingi eða skipa rannsóknarnefndar til þess að opna bankaskjölin sem voru lokuð niður í læstum hirslum eftir að rannsóknarnefnd Alþingis lauk störfum sínum. Og við höfum eftir að fá að sjá hvað gerðist í Lindarhvoli, menn það kemur, það getur engin mannlegum áttur komið vekk fyrir það úr þessu komið er. Við höfum eftir að fá að sjá hverju keyptu íbúðir Íbúðalánasjóðs. Við höfum eftir að fá að kynnast afdrifum eignasafns Seðlabankans. Þetta eru, við vorum talað þetta hérna við þetta borð bara fyrir nokkrum dögum, að þetta eru bara 3 óleist mál sem þetta nýja Íslandsbanka hneyksli sko knýr á að verði upplýst. Svo gerist það á sama tíma og fyrrverandi Bandaríkjaforseti á leiðin í fangelsi. Það gerist á sama tíma og stjórnvöld í Namibíu í þann veginn að afhjúpa aðild sko Íslands sjávarútvegsfyrirtækis að stórfelldum mútugreiðslum þar. Og þetta gæti borið upp á þann tíma líka þegar að Putin þarf að svara til saka eftir að hann tapar stríðinu í Úkraínu. Og sér þegar þetta allt saman gerist kannski bara á nokkura missera skeiði, þá bara breytist allt. Þá bara opnast alls konar gluggar og gættir sem við töldum áður að væru lokaðar. Sko, ef menn eru að gera sko snekkjur ólíkarkana rússnesku upptækara. Akkur skildum við ekki opna skattaskjólin líka. Auðvitað verða þau opnuð. Og þá bara kemur hérna margt í ljós sem að bara fólki þarf að fá að vita. Og þá eru þetta bara að gerbreyta skattkerfi heimsins til samræmis. Þannig að ég er bjartsýnn. Ég eigi hérna góða von sko að það verði tekið til í þessum efnum öllum og ekki bara hér heima heldur einnig og sem auðvitað miklu mikilvægara út í heimi. En nú eru kannski margir sem er erfitt að ímynda sér að íslensk stjórnmálastétt svona gangi fyrir mútum. Kannski alla heldur þá svona geta tekið ákvarðanir. Hver er eiginlega hinn valkosturinn að því að hún tekur ákvarðanir, hún velur eiginlega undan teknikalust, velur hún sérhagsmuni fram yfir almannahag. Bara í hverju málunum fætur öðrum. Fer eiginlega gegn vilja almennings í hverju málunum fætur öðrum. Sala bankana, kvótakerfi, stjórnarskrá, við getum uppbygging heilbrigðiskerfisins, við getum talað endalaust. Þetta er eiginlega undan teknikalust að stjórnvöld fara gegn vilja almennings. Ef þetta er ekki mútur, hvað er þetta þá? Er þetta fólk svona vitlaust? Þessi lýsing þín rímar við lýsingu bandarískra stjórnmálafræðingar í bók eftir bók á því sem hefur gerst í Bandaríkjunum. Það sem að þingmenn ganga fyrir fjárframlögum frá stórfyrirtækjum sem sko aðhyllast mjög óheilbrigðar skoðanir. Þannig að vandinn er sannarlega ekki bundin við Ísland og menn geta sagt Bandaríkin, sjá, bara Bandaríkin en þú efnaðslega stórveldi, þau hafa efnað þessu. Hefur Ísland efnað þessu? Ég er ekki eins viss það og þess vegna held ég að það hljóti að koma því að bara fólki hér að rísa upp
og hvort sem það verður á vettvangi sko alþingiskosninga eða með einhverjum öðrum hætti. Átökum og götum úti. Ég skal ekki það segja. Nei, verkalýðsbaráttu. Já. Við höfum skipt ríkisstjórn og Austurvelli, við gerðum það eftir hrun. Við gerðum þetta að gera það aftur. Það sem núna, því að við erum að tala hérna í vikunni þegar á mánudaginn birti Fjármálaeftirlitið úttekt sína á aðferðum Íslandsbanka við að selja hluti í bankanum. Og þá var maður svo varfið svona, maður heyrði því svona eins og það dungaði eitthvað, þegar hjartaði í þjóðinni og sagði sko, það bara breytist ekkert sko. Þannig að ég fælt þótt að sé skipt út ríkisstjórn og Austurvelli, svo bara breytist ekkert. Hvað er þetta? Já. Þú varst ekki varfið að svona fólk var bara alveg slegið yfir þessu? Jú, ég veit það gerist aftur og aftur sko. Og nú að byrta starfslokasamningi við fallin bankastjóra á næsta ári sko, og þá var það komin sko, mörg önnur hneksli sem mun yfirgnefa þetta. Það er alveg ekki að við skulum sitja hér og tala þetta, því auðvitað, það er bara marsum það hvað þetta er trublandi. Auðvitað langar með miklu meira að tala við bókmenntir, listi, tækni og vísindi. Því að það sem að líf mitt hefur snúist sko aðalega fræðastörfin. Sko þegar maður, nú er ég að svara spurningu sem þú spurðir ekki, skulum láta eins og þú hafi spurt hennar. Sko þegar að maður gengur frá nýrri bók eða nýrri ritgerð sko til birtingar í tímariti, að þá færist yfir mann bara samskonar sæla eins og fylgir sko barnsfæðingu í fjölskyldu. Það er þetta sem gerir háskólastarfið svo heillandi. Ekki bara frelsið, maður getur unni við þetta hvar sem nema þarf auðvitað að koma og kenna nemendum á staðnum og svoleiðis. Heldur líka þetta frelsi til þess að velja sér viðfangsefnin sjálfur og reyna að skilja þau og gera þau skiljanlega fyrir öðrum. Og ég dróst til dæmis innblásin af því sem að ég sá hér fyrir mér í fiskveiðstjórnarmálunum hér heima, að þessum auðlindamálum úti í heimi og þessu sem að menn tóku eftir bara fyrst fyrir 30 árum að lönd sem ættu að hafa fullar hendur fjár og ganga allt í hægin af því að þau eiga svo mikið af olíu og öðrum auðlindum að þau eru mörg á hvínandi kúpunni. Og það bara vegna þess að auðlindir er vel með þær farið að þær neyjast til þess að draga þrótt úr sko stjórnvöldum og þjóðlífinu, meðal hans vegna þess hvað freistingarna til þess að stela öllu steini léttar að verða sterkar. Og ég farið allan heima og tala þetta og veistu hvar þakklátustu áhærendur mínir eru? Það er í London við Persaflóa og í Rússlandi. Því þá koma gestgjafarnir til mínu eftir og þrýstu hönd mín og segja þakka þig kærlega fyrir. Og ég veit hvað að segja. Þeir að segja að það okkur langar að segja þetta líka en við bara tóðum ekki því að þá verður okkur stúta. Þetta er kannski hulið fyrir Íslendingu vegna þess að hérna var náttúrulega sjávarauðlindin og svo var orkuauðlindin og svo er túrismin orðin eiginlega annað eins. Þannig að það kemur alltaf bara eitthvað nýtt sko. Við náttúrulega erum alltaf að vinna í einhverju auðlindahappardrætti. Já, en túrismin er öðruvísi heldur en hitt tvennt sem þú nefnir af því að eignarhaldið er svo drift. Þetta eru mörg fyrirtæki og... Það var vilji, við tókst ekki því í COVID, það var vilji stjórnvalda, þau sögðu að það ætti að vera samþjöppun í ferðaðinni. Ég náði því aldrei sko. Ég náði því alveg auðveldar fyrir stjórnvöld að eiga við fáa stóra ferðafrömmuði heldur en marga smáa sko. Og þetta gerist á Mauritius sko. Mauritius var auðlindaland sko, þar sem að sigur plantekur eigendurnir sko réðu öllu sem þeir vildu ráða. Og nema svo bara sáu heimamenn að sólskínu var söluvara og þannig breytist Mauritius í ferðamannaparadís og sigur plantekur eigendurnir að þeir máttu sín einskís lengur og mörunur sá að sigur plantekur eigendurnir voru fáir og allir vissi hvað þeir hétu og þau voru alltaf á fundum í stjórnarráðinu. En þeir sem að reka ferðafyrirtækin og hótelin, þetta eru bara margar fjölskyldur, enginn veit hvað fólkið er. En þetta er ekki að gerast á Íslandi. Nei, og þannig að valda hlutvöllin þarna hafa gerði breyst. Þetta er ekki að gerast á Íslandi. Nei, ekki ennþá. Sjávar kvótakongarnir, þeir hafa ennþá völdin. Já, við skulum sjá. Þeir eiga með þess að ítök inn í ferðaþjónustunni. Já. Eiga miðbæinn í Selfossi, ýmis svona stórverkefni sem að tengjast túrisma. Já, þó svo að sjávarútvegurinn standi ekki bakið nema 7% af landsframleiðslu. Þetta er alveg með ólíkindum. Við skulum sjá
hvort að ekki tekst að koma ferða útveginum í þann farveg sem hann fór í á Mauritius. Þannig að þarna verði fátt fólk sem að fáir vita hverjir eru og þannig að vald og geta stjórnmála stéttarinnar til þess að færa sér þetta nýtt verði minni. Við höfum skýrt fordæmi frá Mauritius fyrir þessu. Herðu, nú langar mig til að spyrja, að því að þú þannig sem ungum maður, 25 ára í starfi hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þá er þetta svona að boða út einhverja efnahagsstefnu og aftur eftir fall Sovétríkjanna. Og síðan erum við að annars vera að tala um það og þú talar um þetta eins og svona sem jákvætt og þú setja að færa fólki eitthvað sem að er mikilvægt til þess að byggja samfélagin. Og svo erum við að tala um aukna spillingu, ekki bara á Íslandi heldur víða heim og það sem að innir ríku er að fela peningana í skattaskjólum og þeir hafa gríðilegt vald og er að kaupa sér þing og allt það fram eftir götum. Er þetta ekki sama sagan? Að ef þú heldur áfram að sleppa kapitalismanum lausum, þá uppskerðu þetta. Þá verður bara til svo gríðalegur auður að fáum höndum að það fylgir spillingunni. Já, þarna finnst mér nefnilega að hagfræðingarnir, kollega mínir hafi ekki staðið í stikkinu. Þetta horfir þannig við mér að þegar að Sovétríkin hrynja, að þá stendur bara markaðsbúskapur undir lýðræðisformerkjum eftir einn uppi, bara the only game in town, eins og sagt var í Vilda vestrinu. Og þá hefðu menn átt að skilja að þeir átturst að stíga varlega til jarðar. En þeir gerðu það ekki. Og sá sem þau væru bara með lausnina. Já, sá sem góð heimild þetta er félagi minn og jafnaldri frá Bandaríkjunum, heitir Jeffrey Sachs, hann er prófessor í Columbia háskólanum. Hann var nýbúinn að bjarga Bólivíu úr óðaverðbólgu og er þjóðhetja þar. Hvað þangað á þjóðhátíðir ennþá í þakkarskinni og hann er svo komið til Póllands og það er hann sem að setur það skilyrði fyrir því að veita Pólverjum ráðgjöf að verklýsfélagið Solidarity verði lögleft, lögbanninu verði rétt af því og þeim lág svo á að fá hann eftir árangurinn sem hann náði í Bólivíu að þeir létu þetta eftir honum og svo bara býr hann til áætlun handa Pólverjum og hún kostaði mikið. Hún kostaði til dæmis fyrirgefningu erlendra skulda, hann vildi láta fyrirgefa allar en fekk ekki að láta fyrirgefa nema 50-60%. Og ríkisstjórnin í Washington, sem hann hafði samband við, hún fellst át allt saman. Og þannig stendur á því að vísu, mikill skammtíma sásökir sem fylgir þessu, en þannig stendur á því að bara Pólland er núna á 30 árum komið inn í megin straum evrópskra efnahagsmála og evrópsks þjóðlífs og býður upp á lífskjör bara sem eru bara næst í bæri við það sem að tíðkast í Londonum vestan við. Pólverjar miklu leyti hættir að koma til Íslands. Já, það er Rúmenar og Búlgarar. Já, leiðum er ljúka sögunni og svo er hann fenginn til Rússlands eftir að hafa náð þessum gríðarlega árangur í Pólandi að því að pólskum stjórnvöldum fannst og honum sjálfum og hann bara setur saman hliðstæða áætlun nema nú bregður svo við að kaninn segir nei þið fá ekki krónu í okkur og Sachs mælti með risavaksinni Marshall-áætlun handa Rússum til þess að styrkja stöðu lýðræðisaflana sem þurfti á því að halda gömlu kommunistaföndunum í skefjum en hann skildi það fljótlega og hann heldur áfram að tala um það að kaninn vildi að Pólland væri sterkt og hjálpa þessuna til þar en hann vildi líka að Rússland væri veikt og þetta var svakalega bommerta, það er alveg óvíst hvort það væri stríð í Úkraínu núna eða hvort Pútín hefði komist til valda árið 2000 ef kaninn hefði farið að ráðum Sachs á sínum tíma og það sem gerist í framhaldi af þessu að bara kaninn og í Evrópu gerðu margir þrýttir saman, bara börður sér á brjóst og sögðu bara við unnum, nú getum við bara haft þetta eins og við viljum og það er eftir þetta sem það gerist að forstjórarnir fara að taka sér ekki 30-föld heldur 300-föld laun fólksins á gólfinu. Það er eftir þetta sem allar ójafnaða vísitölur að rjúka upp í hæstu hæðir og það er eftir þetta sem það gerist að kaupmáttur venjulegra launþega og verkafólks í Bandaríkjunum bara stendur í stað, bara flatur
og fólk bæti lífskjörin bara með því að vinna meira og svo framvegis og þetta hefði ekki þurft að gerast ef að kaninn hefði verið hógværiri þegar hann stendur upp sem sigurvegari í staðin fyrir að kalla yfir sig nýja átök við Rússa 30 árum síðar. Þetta er bara gamla sagan það að það er vandi að taka tapi en það er ennþá vandasamara að taka sigri og þarna féllu Bandaríkjamenn á því prófi eins og þetta horfið við mér. Þannig að eftir hrun þá eiginlega gera Bandaríkjamenn tilraun á Rússlandi með að búa til það sem er bara auð mennindir, hafa alræði, bara alræði auðsins. Já, það er engar stofnanir sem geta veitt þessu, það er engin verkalýðshreyfing, það er engar almanna stofnanir sem geta stoppað. Nei, það teldist þannig úr því, það er alveg rétt. Það var ekki, ég sagði áðan sko að Bandaríkjamenn létu eiginlega ekkert fyrir þetta, þegar við hjálpuðu til. Það var einkageirinn sem gerði það þegar að Jeltsin þurfti að vinna kosningarna 1995. Og hann byrjaði með 9% fylgi í skoðanakönnunum en náði svo endurkjöri sko gegn frambjóðanda gamla kommunistaflokksins sko. Jeltsin fjármagnaður af bandarísku fyrirtækjum. Fylgistu með Jeffrey Sachs núna? Hann tala mikið Úkraínustríðið. Já, en hann, maður sér það á honum, maður getur svona fylgst með honum svona síðustu 2 ár að hann er svona hálf slaufaður, hann fær sjaldan að tala, en hann finnst hann verða að tala því að hann er að horfa fram á eitthvað sem að hann upplifir að geti bara enda með kjarnorkustríðum og einhverjum hörmungum, þannig hann heldur áfram og talar og fer mjög áhugavert að fylgjast með manni sem er svo sannfærður að hann er að setja varnaðarorð á móti hryllilegri þróun sem geta orðið en það er bara færri og færri sem hlusta sko. Við erum gamli vinir, hann er komið heim til mínu, ég þekkt hann í 40 ár en það er rétt, hann segir það að hann fær hvergi birta grein í Bandaríkjunum núna en hann kallaði það líka yfir sig að það voru sko mörg hundru bandarískir hagfræðingar sem að mótmæltu málflutningi hans stríðið og þeir segja við hann að hann og ég er sammála þeim sammála honum? Sammála þeim í gagnrýni þeirra á hann að hann sko leggur að Rússland og Bandaríkin að jöfnu alveg án til þess að annað er innræðisríki og hitt er lýðræðisríki, bara sami fólksekvivalens sem margir gerðu sér sekan sko í kalda stríðinu og mér finnst hann ekki vera nóg gæta nægs sko jafnvægis í málflutningi sínum eins og þetta opna bréf sem var birt frá Berkeley-háskóla fyrir nokkrum vikum og sem er mjög sláandi en hittir síns var alveg rétt að bara áhyggjur hans eru mjög skiljanlega sko og lýsingin á því sko til dæmis hversu nálægt kjarnorkustríði við vorum sko í Kúbudeilinu og allt þetta og öll þessi saga, hann er með hana á hreinu, ég meina hann hefur sambönd allan heim og sko ekki bara í Rússlandi og Bandaríkjunum heldur líka í Brasilíu og Indlandi og Kína og hann hlustar og tekur þetta inn á sig allt saman og deilir því með öðrum en það mælist ekki vel fyrir í Bandaríkjunum, ekki bara í fjölmiðlunum og í Washington heldur einnig hafa margir háskólamenn sett ofan í við hann fyrir það að hann fari offæri og gæti ekki nægs svona jafnræðis í málflutningi sínum átökin milli En ætti ekki samfélag okkar að vera þannig að við ættum að þola það? Þú mátt hafa bara þessa skoðu og hafa sínar og það er bara þið besta mál. Það er neyksli. En núna er einhvern veginn allir að reyna allir að setja loka á alla hlaupandi. Neyksli náttúrulega New York Times sem hefur byrjt greinandrar sem með glöði geði skulle vera hætti. Það er nær en grátt. Auðvitað er allar skoðanir að fá að heyrast. Heyrðu, að því að við vorum að tala stjórnlaga þingið sem var stjórnlaga ráðið. Þú fórst í framboð og það var nú ég held að þú hafi fengið besta kjörið, ef ég maður rétt. Líklega byggt á einu að því ég myndist á að ég myndi eftir Vilmundi bróðinum í Kastljósi, ég held að heita Kastljós þá, tala við Jón G. Solnes.
að ég man líka að horfa á útsettingu úr Háskólabíói þar sem að þú hélt ræðu. Já. Og það var mjög eftirminnilegt líka. Af því að þarna var háskólaprófessorinn að tala og fekk bara að klára eina setningu einu því að það fagnaði salurinn. Mér ámæli þetta. Já. Og ég sagði, horfa á þetta með konunum minni og ég sagði, heyrðu, ég held að ég veit ekki hvort að Þorvaldur muni jafna sig á þessu því að það er þú veist að tala svona að maður geti gert mistök í góðæri og öðru slíku að þetta er alltaf rosalegt að fá svona mikil fögnuð af 1000 manna sal framar í sig þetta, mannst þetta er þess að Já. Þetta voru ótrúlega stemming í Háskólabíói. Já, það voru miklu atburðir sem þarna höfðu gerst og hvað skal segja svo hérna þetta er svona vendipunkt því að þú ert svona skrifar og þú ert í háskólanum en ákveður að vera alltaf að senda greinar en þarna eiginlega stígur þú svona meira út á völlin sko. Bara eins og segja og við svona mikil fagnus ég var bara beðinn að halda ræðu þarna og ég bara gerði það eins og hlýðin skóladrengur og svo hérna en ég man eftir því líka að svo nokkur misserum setna þegar að auglýst eftir frambúðum til setu og stjórnlagaþingi að þá fleiri ég inn frambúði og veistu hvað ég gerði næst? Nei. Ég fór til Afríku og kom ekki heim aftur fyrir að loknum kosningum og ég held að mörgum myndi ganga betur í kosningabaratu hérna eða fylgdu þessari reglu eða beðið sér fram og litur sér hverfa og það allavega reyndist mér vel í þetta sinn sko. En hrunið og svona búsaldabyltingin og þessi eftirhrunsárin sem ég veit ekki hvað eru löng kannski er það bara hérna hægt að segja það sé frá október 2008 til október 2012 þegar hérna þjóðaratkvæðagreiðslan það er eiginlega tíminn eftir það eru svona áhrif hrunsins á umræðuna miklu veikari og tækifæri okkur til þess að breyta samfélaginu minkandi. Sko það sem gerðist en þú hefur orðið hins vegar þú ert miklu harðari núna þess að mútu að skrifa heldur en ef ég myndi sækja greina frá árinu 2000 eða eitthvað. Já, það er bara vegna þess að tilefnin hafa rannast upp. Sko það sem gerist þarna er það að Alþingi fer mjög vel af stað og ekki bara sko ríkisstjórnin heldur líka var þessi nýja stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks bara mjög samstarfsfús framan af og lagði hérna gott til málana og svo þegar að við erum komin á stað með okkar vinnu og búin að skila af okkur að þá sjáum við að gömlu helmingaskiptaflokkunum sem voru í stjórnarandstöðu að þeim að snúast hugur og það sem að gerðist held ég var það og það var svolítið óvænt að sko endurreisnar áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir Ísland hún gekk svo miklu betur en við þorðum að vona hún skilaði svo miklu meiri árangri og miklu hraðar að gömlu slúbertarnir bara hérna fengu allt í einu kjark til þess að byrja að eyðileggja þetta og þeir reyndu hvað þeir gátu og þetta var ekki bara bundið við þá þetta var líka bundið við sko sterk öfl inni í stjórnarflokkunum þáverandi bæði í Samfylkingu og í vinstri grænum og þetta er margar sögur af því sem eru of langar til þess að segja hér en þarna voru sko hérna margir sem sátu á svikaráðum við þjóðina í þessu máli og það er partur af skýringuna á því að hverju hérna við erum stöndum enn í sömu sporum sko 11 árum síðar og frumvarpið þegar það var lagt fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu sem Alþingi boðaði til það var í raun og veru munaðarleysingi sko hérna stjórnmálaflokkarnir hvöttu ekki einu sinni hérna sitt fólk til þess að fara á greiða atkvæði og ég er ekki bara að tala helmingsýtaflokkana gömlu heldur líka þáverandi stjórnarflokka. Þeir bara fóru undan í flæmingi og þess vegna þurftum við sem hafðum verið að vinna að þessu bara sem óbreytti borgarar. Þá voru við sem þurftum að fara hringinn í hringu landið til þess að kynna frumvarpið fyrir fólki.
Og svo, náttúrulega var það hámark auðmýkingarinn að fyrir hinna að við skildum hafa þennan ótvíræða sigur með 67% stuðning við frumvarpið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. En það dugði þeim ekki til og auðvitað sáu allir hvað var í gangi. Það var aðalega tvennt. Þetta vildi ekki óhlýðnast kvótakongunum. Því eins og Styrmir Gunnarsson hafi lýst manna best að bara þeir hafa öll ráð í hendi sér hringinn í kringulandi. Og svo vildu þeir ekki heldur jafnt vægi atkvæða, jafnvel þó svo það verið 67% stuðningur í þjóðaratkvæðagreiðslunni einmitt við jafnt, ekki jafnara, heldur jafnt vægi atkvæða. Það bara vegna þess að sumir þingmenn sáu það í hendi sér með réttu að þeir myndi ekki ná endurkjöri eftir nýju stjórnarskránni. Og sem eins og augljós hagsmuna árekstur eins og hugsa sketur. Og með þessu bara brendi Alþingi inn í vitund almennings þá skoðun að Alþingi ekki traustsvert. Og Jóhanna Sigurðardóttir þáverandi forsætisráðherra, hún lýsti þessu alveg rétt, hún sagði bara Alþingi á reynslutími á þjóðinni og Alþingi bara fjall. Og hún talaði með skömm og fyrirlitningu í fjórflokkin sem formaður Samfylkingarinnar og það var bara alveg rétt hjá henni líka. Hvernig endar þetta mál með stjórnarskrána? Það endar með fullkomnum sigri. Og hvernig? Það gerist þannig að það kemur ný ríkisstjórn til valda, það gæti gerst strax í haust og menn þar sjá að það ekki við þetta búandi. Þeir segja bara við verðum að bæta fyrir þessa rokna skissu sem Alþingi hefur gert og kalla álitsnekki yfir þingi sjálft og yfir þjóðina að við skulum staðfesta þetta frumvarp og setja strax í gang nýtt endurskoðunarferli þannig að þeir sem hafa einhverja athugasemdir við nýju stjórnarskrána að þeir geta þá komið að því ferli með því að bjóða sig fram til ný stjórnlagaþings eða eitthvað nema við skulum ekki láta líta sko önnur 13 ár eða 15 ár eða 70 ár sko milli endurskoðunar. Þannig að lausnin getur verið það að nýtt þing búi svo hnútana að það verði nýtt stjórnlagaþing sem að fær þetta til afgreiðslu og þetta verður afgreitt af nýju stjórnlagaþingi en ekki af Alþingi. Já, það plan B frá mínu bæjarinu séð. Plan A að ný ríkisstjórn, til dæmis Samfylking, Píratar, Sósíalistar, Viðreisn. Hún bara ákveði það að staðfesta frumvarpið sem fyrirliggur eins og þingi lofaði að gera en 16 að gera 2013 og setur svo í gang nýtt endurskoðunarferli. Það komið nýtt stjórnlagaþing strax í haust eða á næsta ári og síðan bara að vinna það bara hratt og örugglega þannig að þeir sem urðu undir núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þessi þriðjungur sem að vill ekki þessa nýju stjórnarskrá, fái þá nýtt tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Bara þannig virka lýðræðið. Ef þú ert í minnihluta að þá beitir ekki bólabröðum til að koma í veg fyrir að skoðu meirihlutans nái fram. Heldur þú bara býður næsta færis, þú situr við sama borð og aðrir og það það sem að ný stjórnarandstaða þarf að sætta sig við. Og í henni verða báðir gömlu helmingiskiptaflokkarnir þykist í vita. Það svona hollt fyrir samfélag að hafa stjórnlagaþing sem svona valið öðruvísi inn á heldur en svona flokkaþingin sem eru þjóðþingin að það sé svona getur við litið á þetta sem bara góðan hlut af lýðræðisuppbyggingunni? Absolutt, og berðu þetta bara saman. Það bara hvergi skugga að einu leiti á störf stjórnlagaþings. Það var alveg bara eins og made in heaven meðan Alþingi gengur á sköndulum. Það var alltaf gert. Og nær ekki fram neinum jákvæðum breytingum bara að gæta að hagsmunum. Með hverjum dettur í hug að einhverju stjórnlagaráði hefði þegið mútur? Ég hef ekki hér þetta. Nei, tillagan eins fráleit og hugsaskjötu. Herðu, en eftir 2012 þá voru kosningar 2013 og þá bjóst þú til stjórnmálaflokks. Alveg öfugt við það sem þú ætlaðir. Það var ekki ég sem bjóðan til, ég var bara sjanghæður borð. Leiddur þangað, sjanghæður borð, já. Já, ég ætlaði mér aldrei að taka þátt í stjórnmálum, en það var bara neyðarástand sem vindaðist þarna þegar við sjáum það að þingið efnir ekki heitið að staðfesta niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Og þá ákváðum við að gera þessa tilraun
og hugmyndin var bara svo að reyna að ná nokkurum þingsætum til þess að geta þá hjálpað þessar ríkisstjórn sem var í þeim veginn að falla til þess að halda meiri hluta sínum einhverja viknaði mánaðaskeið til þess að ljúka þessu máli. En við höfðum engan áhuga á að fara að skipta okkur á stjórnmálum að öðru leyti. Og þetta var mjög skemmtileg reynsla, þetta var mjög mikið mannval og gott fólk en fá okkar sungið og frambúðsfundum sungið hástöðum og það voru svo einn og einn reynslubolti úr stjórnmálunum sem voru þarna með okkur inni eins og Þórhildur Þorleifsdóttir og við reyndum en við fengum ekki hlungurinn og það stafaði sumpart af því að svona elsta trikkið í bókinni sko að fyrst búa menn til sko í krísu og hóta því að fólk skuli missa heimili sín sko 2000 saman og svo bjóða þeir upp á einhver svakalega fína lausn á vandanum og það var þannig sem Framsóknarflokkurinn fór að því að þrefalda fylgi sitt. Tómt svindl frá A til Ö. Svona þar kom EFTA-dómstóllinn kom með niðurstöðu, hvað var það ekki bara, ég man ekki hvort það var kannski svona 16-17 dögum fyrir kostingar sem hafði mikil áhrif á sveifluna. En þetta kom í þessu kostingum að þetta eru það kostningar sem að 5% þröskuldurinn hefur haft mest áhrif. Ef hann væri ekki, þá hefðu þið fengið einn mann held ég. Flokkur heimilana held ég að hefði verið þarna og það voru fleiri flokkar sko. Ég held að það munaði alveg bara 5 þingmönnum sem að voru allt svona hreyfingar sem að voru afkvæmi hrunsins og baráttuna eftir það. Og 5% þröskuldur, hann eyddi því svolítið að það næði svona lengra inn í þingi. Það voru bara Píratar sem sluppu inn. En ég hugsa að það hefði verið allt annað svipmót á þinginu sko, að þessar raddir hefðu fengið að vera þar og ég sé ekki skadan að því heldur sko. Ég held að það verið bara miklu betra þing. En þá hefði þú líklega þurft að hangin á þingi og komist að því að Vilmundur hefði rétt fyrir sig. Nei, ég er fegin því að þetta fór ekki þannig en hinn er ég ekki fegin. Það bara allar alþingiskosningar frá 2013 áfram eða 2016 áfram hafa verið skólaglegar í þeim skilningi að þeir fara fram eftir kosningalögum sem að þjóðin er búin að hafna í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að Alþingi boðaði til og að því kemur að einhver kærir þetta fyrir Evrópskum dómstólum sko. Að þetta er í raun og veru ígildi valdaráns að hunsa kröfu almennings í þjóðaratkvæðagreiðslu jafnt vægi atkvæða og halda áfram að kjósa til þings með misjöfnu vægi atkvæða þar sem að þeir sem að búa norðan Hvalfjarðarganga hafa 2 atkvæði og þeir sem búa sunnan við göngin í 5 km fjalla hafa bara 1 atkvæði. Laga hugsunin í Evrópu og allan heim jafnræði og bann við mismunun. Að hún hefur tekið þess konar framförum að mér dettur meirinn í hug að það væri hægt að fá íslenskt stjórnvöld dæmd fyrir þetta misferli í augljósu eiginhagsmunaskyni. Þú talar mikið um svona samfélagi sem spillt. Er samfélagið spillt? Ekki samfélagi, ég tala um viðskiptalífið og stjórnmálalífið. Valdastéttin. Það er ekkert að fólkinu í landinu. Nei, valdastéttin er spillt. Er það vegna þess að við erum breiska mannverur og þau fáum völd að þá verður við spillt? Eða er bara grunnsystemið í samfélaginu sem að færir þeir sem að hafa mikil auð, mikil völd? Er það spillingin? Það er snar þáttur Er þetta einkalegt vandamál eða er þetta grunnkerfið sjálft sem Já, ég held að þetta sé kerfislegt Það er að segja við hefðum þurft að búa þannig hnútana að sérhagsmuni ná ekki svona heljartökum á kjörnum fulltrúum og bara segja aftur eins og áðan að svipaðir uppi á teningnum í Bandaríkjónum og ef okkur tekst að vindu ofan að þessu bara með auknu gagnsæi gagnsæi er besta sótthreinsunin að þá munum ekki halda til streitu fyrir opnum tjöldum því sem þeir hafa komist upp með að gera bak við luktardyr
Það þess vegna þegar maður svo mikilvægt að opna skattaskjólin og birta þessar skýrslur sem við vorum að tala áðan, því að það leikur sá grunnur á að hér hafi menn stólið öllu steini léttara þar sem ríkisegnir eru annars vegar og þess vegna ríðum svona mikið á að halda skýrslunum leyndum fyrir almenningi. En eins og ég segi, ég held að geti engin mannlegur máttur komið í veg fyrir það að sannleikurinn komi fram og þá bara myndast alveg nýskilir, nýjar forsendur til þess að stokka spyrun upp á nýtt og draga úr þessum ófögnuði sem að þér jafnvel enn hugleiknari heldur en mér. Þú verið mikið í Afríku, hefur svona kynnið þín að samfélagunum þar opnað auguðinn fyrir hvernig Íslands samfélagið er samsett? Já, fyrst náinn kynni minn af Austur-Evrópu og Rússlandi og síðan áfram af Afríku. Þannig að þið finnst Ísland vera svona litla Rússland og litla Afríka? Já, en auðlindamálin kannski sem er í Afríku? Já. En munurinn á Rússlandi og Afríku sá að víða í Afríku fá alvöru umbótamenn svigrúm til þess að vinna skoðunum sínum fylgi, minna lýðræði eru sókn í Afríku að ná undanhaldi í Rússlandi. Þannig ég er býsna bjartsýnn fyrir hönd Afríku þó svo að það sé alltaf að koma upp máli fyrst í einu landum svo í öðru þar sem allt fer á versta veg. Þeir í Namibíu ráða betur við Samherjamálið heldur við? Segðu. Við þurfum endilega að fá forystumenn frá Namibíu hingað heim. Þeir komu hingað en það var bara ekki tekið á móti þeim. Þeir fengu talað við Brynjar Níelsson aðstoðarmann dómsmálaráðherra en dómsmálaráðherra var upptekinn. Já, ég hugsa þessi menn ættu auðvitað að vera í settinu í ríkissjónvarpinu til þess að tala spillingu við Íslendinga. En Namibíu er einmitt gott dæmi land þar sem að dómstólarnir standa upp í hárinu á stjórnvöldum og reyna ákveðið að láta réttvísina ganga fram og ég er vongóður að þeim muni takast það. Já. En þegar maður er að skoða samfélag, hvernig svona auðurinn fær svona mikil völd. Eitt geti verið það að hann er bara svona ríkur, en hitt geti verið það að það sem ætti að hefta valdasókn þeirra, verkalýðshreyfingin, háskólasamfélagið, fjölmiðlarnir, eru bara veikir, eða þá bara á sveif með auðfólkinu. Já, það er því miður mikið til í því, En ég skynja samt, að þessi ungir kollega mínir eru áhyggjufullir yfir þessu og eru að reyna að feta sig í átt að því að leysa þennan vanda eða draga úr honum. Þannig að ég held að ástandi eigi eftir að skána. Það gæti átt eftir að versna áður en það byrjar að skána. Við skulum sjá hvað þetta tekur langan tíma. En það getur ekki velst fyrir neinum hvað er rétt og hvað er rangt í þessu sem við erum að tala um. Þannig að við farum að grána, Þorvaldur, er þetta in our time sem við erum að tala um? Já. Blessaðu vertu maður. Herðu, þú er takkfræðingur svo pabbiðinn. Já. En þú semur lög eins og pabbiðinn. Þú er alveg eins og pabbiðinn. Já, það var svolítið sérskennilegt, Ég byrjaði á þessu fyrir alvöru 50, og það bara reyndist vera alveg óstöðvandi straumur. Og lánið hefur leikið við mig að þýletum til að margir fremstu söngvarar og hljóðvaraleikarar landsins hafa flutt þetta opinberlega og ég er að fara að gefa út 2 diska með 39 sönglögum í haust með fremstu fáalögu kröftum og ég fara að gefa út 4. nótnabókina mína í haust og svo var að vinur minn kórstjóri í Kópavogi sem gróf upp gamalt lag sem hann fann í skúffunni hjá Garðari Kortes og þá var það kórlag úr menntaskóla við það vexti blóm fyrir Vestændi Steinar. Ég var eiginlega búin að gleyma þessu. Sem þú hafði samið þá? Já, og nú ætlar Karlakrú Kópavogs að flytja lagið á næsta konsert hjá sér. Ég haf haft svakalega mikla ánægju eftir þessu. Því að það var 40 ár á sama vinnustað eins og ég var í háskólanum.
allt gott það. En ég var mikla ánægða því ég seti í stjórn söngskólans í Reykjavík frá 2010. Lengst að með Garðari Kortes vinni mínum sem að fjall frá í fyrra. Stórkostlugu maður, ég sittist svona pínlítið. Stórkostlugu maður. Og með Ólafur Kolbrún Harðardóttur sem tók við af Garðari sem skólastjóri. Þannig ég hef verið innanhúsmaður þarna í söngskólanum í mörg ár og það hafði svona verið mín aðal kaffistofa utan heimilisins. Og það er svo góður andi í þessu flinka fólki og því gengur svo vel og það elskar svo vinnur sína og nefnendur sína sem er tilfellir í háskólanum líka. En þetta hefur bara verið mjög lærdóms ríkt fyrir mig og annars ég komið mjög léttstígur heim úr söngskólanum í hvert skipti sem ég verð þangað til fundar nú eða í söngtíma. En þú semur tónlist við ljóð, annara, þú veit ekki fyrir nyrkja. Svolítið. Já. Já, sko, þetta gerðist þannig að þetta var bara fikt hjá mér, sko, þangað til að ég fæ símtal upp úr þurru frá manni sem að ég hafði aldrei talað áður. Hann kynnti sig og sagði, ég heiti Kristján Hreinsson, skáld í Skerjafirði og ég sitt hér á píanóbekk hjá kórstjóra í Kópavogi og hún var að sýna mér lag eftir þig sem birtist í fréttablaðinu núna á dögunum og mér langar að spyrja hvort ég fengi þess að semja lög við nokkrar heimspekisonettur eftir mig. Og ég sitt bara svona og síðan strax ég hendi mér að svona síntal fær maður annað hvort einu sinni aldrei á hefinni. Þannig ég bara slæ til sko að segja við náttum að sé manninn og spyr svo, hvað þarftu margar? Og hann sagði 17. En ég var búinn að lofa, þannig að ég bara gerði þetta og síðan höfum við Kristján átt náið samstarf sko. Hann yrkir hraðar heldur en ég að tala við þig núna. Og hratt, eitthvað sagt? Nei, hann yrkir mjög vel. Nýja ljóðabókin hans sem heitir Ættjarðarljóð. Það er einhver besta kvæðabók sem kom út í Íslandi mjög langt skeið. Hann yrkir mjög dýrt. Ég hef líka gert lög við mörg önnur sko, ljóðskáld og Bjarni Tóru Kristinsson og Heimsbassi og Lilja Guðmundsdóttir kona hans, þau alla flytja 12 svona lög eftir mig ný sko við kvæði skálda annara en Kristjáns í Hörpu núna í september og þannig að það er í undirbúningi núna á samt útgáfu á diskum og nótnabókum þannig að ég er ekki bara að vinna við Madagaskar. Eitt af því sem að þegar það er minnst á pappaðinn og hvað hann gerði í pólitík, þá er oft nefnt tónlistarskólanir. Og þá er það svona hugmynd það að við höfum að hafa tónlistarskóla þar sem allir hafa aðgengi að fátækir sem ríkir. Því að það er gildi í samfélaginu og fátt sem að lyftir fólki meira heldur en listin. Það er stundum er það þannig að við lifum í einhverjum svona vanda í samfélaginu og listin getur verið lausn. Nú er þetta ekki alveg þannig með eitthvað að hafa tónlistarskólanir hörnað. Það er ekki alveg jafnt gott aðgengi þar. Man sér það á tónleikunum þar að það er svona, þetta er frekar millistéttin og svo reyndar svona innflytjendur sérstaklega frá Asíu sem eru. Þetta er ekki þannig að maður sjáu sko verkalýðsstéttina þarna inni. Nei, þetta er þungur róður fjárhagslega sko. En það er rétt að þessi tónlistarskóla löggjöf sko sem að snýrist nýja tegunda verkaskiptingu milli fjölskyldnanna sem senda börnin sínu tónlistarnám og almannavaldsins og allir því bara að fjöldi skráðra nemenda í tónlistarskólum hann 16-faldaðist frá því lögin voru sett 1964 og til dagsins í dag. Og það er bara mjög blómlegt líf í tónlistarskólum hringinn í kringum landið. Fín hljóðfæri sko, flíklara fínustu gerði í tónlistarskólum í litlum þorpum út allt. Og þú sér það bara á því hvað Íslendingar hafa skilað mörgum framúrskarandi söngurum út í heim. Ungt fólk sem eftir að haslast við öll á Íslandi er farið að syngja í fínum óperuhúsum víða í Evrópu og í Ameríku. Þannig að ég sé engin merki þess að söngnum sé að fara aftur. Þvert á móti ef eitthvað er. Og ég lít svo á að íslenska einsöngslægið sé eiginlega hápuntur þessari sér íslensku menningar á þess að ég vilja gera lítið úr bókmenntum eða ekki gera lítið úr Íslendingasónum eða myndlist eða þjóðlegum fróðleik
og ég sé engin merki þess að þetta sé undanhaldi. Til dæmis gerðist það núna í vetur að það voru haldnir 8 einsöngslaga konsertar sko, þar sem að 10 söngvarar sem að sumir aldrei séð að heyrt áður ásamt einleikurum sko, fluttu marga 10 gamalla og nýrra einsöngslaga. Þetta var algjör sensasjón. Og það eiginlega makalöst að það skulle ekki verið búið til sko heimildamynd í sjónvarp handa útlendingum til þess að sýna þeim þetta. Og þannig standa Íslendingar bara á gömlum merk sko, hérna með sko Norðurlandaþjóðunum hinnum og Eystrasaltslöndunum og reyndar englendingum og Þjóðverjum og Frökkum líka og Ítölum. En bara hérna hafa bara í fullu hérna, tré við þessar miklu stærri þjóðir á tónlistarsviðinu. Og þetta er makalöst og svo er hérna útgáfu fyrirtæki sem heitir Ísalög sem er að gefa þessi verk út bók eftir bók eftir bók og handa framtíðinni og ekki bara Íslendingum heldur líka handa útlendingum og þessu mega Íslendinga vera mjög stoltir af, finnst mér. Við höfum talað ættina þína og fjölskylduna þína og bræðuna þína en þú varst náttúrulega fjölskyldu. Já. Viltu segja mér frá henni? Já, ég hef verið giftur sömu konunni í 40 ár og hún heitir Anna Karítas Bjarnadóttir, fermingarsystir mín. Passar upp á þig? Já, og hún reynst mér eins vel og nokkur maki getur reynst sko. Og við 2 börn og 4 barnabörn og þetta er bara allt saman eins og það á að vera. Og eru þau út í heimi? Nei, þau eru hér heima og einn er mér að segja hagfræðinemi á fyrsta ári í Háskóla Íslands. Og þriðju kynslóðar? Já, við skemmtum okkur mjög vel sko. Anna er þáttakandi í því sem að ég geri, verið sér öflugur og ég reyna að vera þáttakandi í því sem hún gerir líka og við erum mjög samhent. Okkur verður aldrei sundurorðað heiti geti og hún elskar það að tvælast heiminn með mér eins og ég geri. Þannig að þetta er eiginlega bara samfelldur dans á rósum og án þyrna, segi ég aftur. Og þú stundum eftir svona, þú skrifar áttu mjög svona ákveðin. Þegar þú situr við morgunverðarborðið með konuðinni, ertu þá að fara með greinar? Ertu annar? Nei, hún les allt sem ég sendi frá mér fyrir fram sko. Hún er hluta dómgreininni. Og lætur mig stundur strik út sko. Það er allt í lagi, svo fæði mig gerði líka, það er bara fínt. En nei, það held ég ekki. Þú nú spyrja hann þetta sko. Nei, ég held ekki sko. Ég ég sagði þér áðan að fæði minn talaði næstum aldrei pólitík heima hjá sér. Og þá nú kannski ekki alveg við mig sko, en sko fyrirmyndin er eiginlega sagan sem faðir minn sagði séra Friðriksson. Hann sagði hann, séra Friðrik, sem var nánasti vinur afa Þorsteins, gerði mig að trúmanni með því að tala aldrei við mig trúmann. Og þetta er regla sem ég skil, þó mér takir kannski ekki virðana nógu vel. Það vildi ég bara Guð gæfi að ég geti tekið séra Friðrik á stjórnarskrána, en það er því miður ekki innan seilingar. Það er að segja komin í gegn á þess að tala um hana. Ég held að samt að enda á pólitík. Nú er náttúrulega pólitík og þú varst að segja að við getum verið að við myndum bara kjósa í haust. Hvernig líst þér á pólitíkina? Hvernig líst þér til þess að það eru ykkar gamli flokkur, Alþýðuflokkurinn er núna Samfylkingin? Fagnaru vexti Samfylkingarinnar í? Ég kom aldrei nálega Alþýðuflokknum, þannig að ég bara veit ekki, ég þekki fólk og vini í öllum flokkum sko, en þú veist, ég hef bara eiginlega ekkert þetta að segja og hef eiginlega ekkert vit á því. Annað en það sko að vini mínir í Sjálfstæðisflokknum, þeir hafa alltaf séð til þess að ég veit allt sem gerist þar innan dyra. Líka þar sem að sumir þeirra vildu óska að ég hef ekki hugmyndum sko. Það er kannski þess vegna sem... Okkur er heldur þessi? Þessi vini mínir telja rétt að ég viti það sem að... Ég get sagt eina sögu aðra á hættum. Bara frá ævintýrasaga háskólamannsins sem skrifast undir í blöð. Ég var eins og að fara niður að sækja póstinn hjá mér. Og þá dettur ómertur geisladiskur út úr opnu umslagi sem var í pósthólfinu. Og hvernig er þetta? Þetta er fyrir svona 10-12 árum.
og ég segi, hvað getur þetta verið? Og þess að umslega mert mér með svona stóru sko, upphafstöðum. Þannig að rithöndi var ókennileg. Og hvað gerir maður þegar maður fær svona ómertan disk? Ég bara setja henni tölvuna. Þessu hvað það var? Svo allar fundargerðir og lánabækur Landsbankans langt árabil. Og ég skynja alvöru málsins í kvelli, þannig ég ringi í lögmann minn og segja honum, heyrðu, ég var að opna disk sem ég var sendur. Þarf ég ekki að koma honum í hendur yfirvalda alveg strax. Og það sagði, jú, þetta gæti verið gildra. Og ég tek diskinn úr tölvunni. Og vildi svo til ég átti fund með viðeigandi alveg rétta yfirvaldinu, bókaðan bara á mánudeginum eftir, þetta var laugardegi sem ég myndi senda diskurinn. Og ég fer með það þangað. Og svo fæ ég tölvubréf frá þessu yfirvaldi sem ég ætla ekki að nefna, nokkrum dögum seinna. Það sem að þakka mig kærlega fyrir að hafa skilað þessum diski til sín. Því á honum hafi verið mjög mikilvægar upplýsingar sem muni reynast vel við frekari rannsókn hrunmálanna. Svo sagði ég nú ekki sagt mörgum þessar sögu og ekki í sjónvarpi núna. Svo hitti ég blaðamann, þekktan blaðamann, alllöngu seinna. Sagði hann þessar sögu. Og þá sagði blaðamaðurinn, já, ég fekk svona disk líka, en mér dætti ekki í huga skilunum. En þú ert alveg til að taka á móti svona gögnum og símtölum, þar sem að fólk að lýsa sko, spillingunni í samfélaginu. Já, fólk kemur til mín ókunnugt fólk til að segja mér sögurnar. Ég veit ekki hvers vegna það er. Kannski af því að þeir vonar að ég skrifi það. Venjulega bara bendi ég þeim á rétt yfirvöld, sko. En ég er orðin mikið safn þessara sagna. Sumpart á venjulegu fólki og sumpart frá innherjónum sem að vilja að ég viti hvað er að gerast á bakvið tjöldin. Þú vilt halda áfram að taka á móti í slíkum sögum. Herðu Þorvaldur, takk fyrir að koma hérna að Rauða borðinu á Laugardalsmóti. Takk fyrir. Hlustendur, þakka ég fyrir að hlusta á samtal okkar og segi góða helgi.